Prísi þig, Jesús. Yndislegt að vera búin að samkom hér í dag. Svo mikið blessun að vera í húsi Guðs, má ég heyra amen. Halleluja. Ekki yndislegt að vera í húsi Guðs. Það eru forréttindi. Við langar að tala í dag, svolítið sem hefur í rauninu komið fram í löggjöf okkar í dag. Og það gerist nú iðulega þegar, ég veit að Árni kannast alveg við þetta, það er eins og Guð fara á stúfana og láti Jóhanni vita og bara alla þá vita hvað þurfa að eiga sér stað til þess að við bara heyrum og tökum á móti því orði sem hann er fyrir okkur. Hann er nákvæm Guð. Má ég heyra amen. Og mér langar að tala þennan titil. Og það er hvað styrkur Guðs er mikilvægur inn í okkar líf. Og ég veit ekki með ykkur en ég stend svo oft frammi fyrir kringumstæðum sem eru bara óyfirstíganlegar. Stundum kem ég mér sjálf í þær aðstæður að ég er bara komin í mál sem eru bara óyfirstíganleg. En þá hef ég oft, bara í gegnum tíðina, munað eftir því að ég get fengið lánaðan styrk frá Guði. Og það er frábært til þess að vita að við göngum ekki bara ein í gegnum þetta líf. Við höfum einhvern sem er búinn að sigra heiminn. Hann er með okkur í lið og hann býr innan með okkur. Og þegar við stöndum frammi fyrir kringumstæðum sem eru bara óyfirstíganlegar. Og já, krakka mínir, þær kringumstæður munu eiga sér stað. Þú getur jafnvel verið í þannig kringumstæðum. Og ég er alveg sannfærð það sem Jóhanna sagði áðan, það er annarkvort einhver hér í salnum eða einhver sem að var að horfa, sem að þarf að heyra þetta, þú ert ekki einn. Guð er búinn að sigra heiminn og hann býr innan með þér. Leyfðu honum að verka í lífið þínu og gefa þér sigur yfir kringumstæðum lífsins. Má ég heyra amen. Og vinir, þegar við förum í gegnum svona kringumstæður þá er það svolítið svona í okkar mannlega mætti að reyna að fara að finna út úr hlutum. Ég veit að ég er rosalega dugleg að reyna að stjórnast í hlutum sjálf. En staðreyndin er svo að Guð hefur alltaf síðasta orðið. Hann veit allt best. Og það er stundum bara news for me, þú veist. Stundum er það bara eins og fréttir. Ég er að reyna að vasast í kringumstæðum og jafnvel kringumstæðum sem ég ræð ekki við. Og það er stundum það síðasta sem að hvarflar að mér er að fara með málið fram fyrir Guð og bara gefa honum kringumstæðurnar. En vinir, að leita Guðs, það er upphaf visku. Og við gleymum því stundum að leita Guð er upphaf visku. Stundum þurfum við bara að sleppa tökunum og leita Guðs. Því hann er hér og hann vil finna okkur. Hann veit hvað við þurfum á að halda. Hann veit nákvæmlega hvað við þurfum að ganga í gegnum. Og honum kemur ekkert óvart það sem við göngum í gegnum. Ég þekki fólk sem hefur þurft að glíma við veikindi í langan tíma. Ég þekki fólk sem er búin að vera að díla við verk í líkamannum í langan tíma. Og það sem að Guð vill gefa kirkju sinni í dag er þolgæði. Þannig að við klárum hlaupið, að við byrjum ekki bara vel heldur, við endum vel. Má ég heyra amen? Það er svo mikilvægt, vinir, þegar við erum að ganga með Guð að hugsa ekki spretthlaup. Þetta er allan daginn langhlaup. Og vinir, þegar við erum búin að missa orkun okkar, þegar við erum búin að missa styrkin okkar, þá á Guð nóga styrk inni fyrir þig. Og það er svo dásamlegt til þess að vita, hann veit hvað við göngum í gegnum. Og hann er með þér. Og stundum er það þannig, og það hefur gerst í mínu lífi að það er eins og ég bara gengi hreinlega á vegg. Stundum er eins og allt kom í gegn okkur. Og við upplifum eins og bara himinin er eins og eyr og við náum ekki einhvern veginn sambandi. En rétt eins og lagið segir, jafnvel þótt ég finn ekki neitt, þá er hann að verka. Þá er hann að verka. Og það er svo mikilvægt, sérstaklega á svona ögur stundu, að við gefumst ekki upp heldur, að við gefum honum dýrðina, að við leitum styrks hjá Guði.
Og það nú einn í Biblíunni sem var mikill stríðsmaður, ofboðslega sterkur einstaklingur til anda, sálar og sennilega líkama. Og það hann Davíð. Hann var sterkur maður, hraust hetja, kallar Biblían hann. Og hann var maður sem var, hann var ekki að forðast átöku eða annað slíkt og hann óð í málin. En ég veit ekki hversu oft Davíð kemur fram fyrir Guð í Biblíunni. Í sálmunum þá það lofsöngur til Guðs, ítrekkað. Það sem hann segir bara drottinn gefðu mig styrk. Og mér langar til að lesa eitt sálm sem tengist þessu þegar Davíð kominn á svona öngstræti í sínu lífi sem oft áður. Og þá kemur hann fram fyrir drottinn og segir svo í sálmi 138:2. Ég fell fram og sný að þínu heilaga musteri og lofa nafn þitt saki miskunnar þinnar og trúfesti. Því að þú gerði nafn þitt og orð meira öllu. Og þegar við áttum okkur á því að nafn drottins og orð hans eru meira en allt, þá fara hlutir að breytast í okkar lífi. Þegar ég hrópaði þá bænheyrðir þú mig. Þú veittir mér hugrekki. Þú jókst mér kraft. Og við sjáum Davíð vera á ögurstund í sínu lífi, eins og hann komst oft á ögurstund í sínu lífi. En það sem Davíð hafði var eitthvað svo dásamlegt sem snerti við hjarta drottins. Hann hrópaði til hans. Hann hrópaði til hans aftur og Guð svaraði honum alltaf. Og vinir, ég veit ekki með ykkur, en ekki komið tími til þess að við hættum að vasast í okkar eigin málum og við förum að hrópa til drottins. Því hann mun bænheyra okkur. Hann trúfastur og hann réttlátur og hann miskunnsamur. Og staðreyndin svo, vinir, við munum aldrei geta tekist á við Góliat innra með okkur, nema við höfum styrk Guðs hið innra. Og vinir, til þess að taka við styrk Guðs að þá þarftu að horfa upp í kringumstæðum, ekki niður. Við þurfum að leita til drottins, hvað segir í sálmunum? Ég horfi til fjalla, hvaðan kemur mín hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni skapara himins og jarðar. Hann trúfastur og hann verðugur, halleluja. Takk Jesús. Og Guð vill gefa okkur hennar styrk. Vitið að hann á styrk alveg í bunkum fyrir þig. Hann á styrk, óendanlega styrk fyrir alla hérna inni. Við þurfum ekki að vasast, við þurfum ekki að upplifa okkur ein eða alveg búin á því, hann með styrk. Og þegar styrkur minn þverr, þá leita ég til hans. Ég þarf ekki minn eigin styrk, ég þarf hans styrk. Og þá gerir hann vegum mínu slétta. Halleluja. Og mér var minnistætt, ég var að hlusta á eina predikun úr Kotunu síðustu helgi sem var bara mjög blessuð gleði Guð sem styrkur okkar. Hvað það mikilvægt, vinir, að missa ekki húmorinn og missa ekki gleðina sem að Guð gefið. Vitið að gleði svo mikil styrkur. Og ég stundum og Jóhanna við hlæjum að öllu. Það stundum neyðalegt. Við sennilega að leita okkur hjálpar hjá sálfræðingum, en við hlæjum að hlutunum. Og vitið það eins og gleðin lyfti manni upp yfir kringumstæðurnar. Því að gleði Guðs styrkur okkar. Og vinir, Guð alveg með þetta. Og ef við bara treystum honum og ef við höldum í gleðina og höldum í húmorinn og höldum í bara það trausta allt muni samverkandi góðs, að þá getur þú hlegið af öllum kringumstæðum. Það stendur nefnilega í orðskoðunum, hún hlær að komandi degi. Af hverju hlær hún? Út af því hún veit, hún í hendi drottins. Hún viss. Og vinir, þegar við göngum lífið og göngum í gegnum kringumstæði lífsins með þá vissu að Guð veit hvað hann að gera, að hann muni láta allt samverkandi góðs, þá lítur þú öðruvísi á kringumstæðnar. Má ég heyra amen? Halleluja. Og ég var að hlusta á þessa predikun hérna síðustu helgi og mér var minnistætt þessi frásögn af Davíð. Davíð konungur, við þekkjum hann öll hérna inni, hann var sá sem að felldi Góliat. Og konungurinn þá, Sál,
hann sagði, sá sem að fellur Góliat, hann mun eignast alltaf helming konungsríkisins og ég mun gefa honum dóttur mína og hann mun giftast dóttur minni. Nema hvað eftir að Davíð felldi Góliat og hann var búin að eignast dóttur Sáls, þá fór Sál að öfundast út í Davíð. Hann þoldi ekki mildina og bara velvildina sem að hvíldi við líf hans. Og stundum það þannig, vinir, að þú þarft ekki einu svona að gera neitt. Það velvild Guðs sem að hvílir yfir lífið þínu og það stundum, fólki finnst það óþægilegt oft á tíðum. Ég veit ekki af hverju það er. En vinir, Sál hataði Davíð. Hann þoldi ekki Davíð. Og það enda með því að Davíð þurfti að flýja frá kongunum í mörg ár. Jafnvel þótt að Davíð hafi verið smurður til konungs yfir Ísrael, þá snert hann ekki Sál. Og hann var hundeltur af Sál, maður sem hafði velvild og blessun Guðs yfir líf hans. Og stundum eru aðstæður okkar þannig, við spyrjum Drottinn, býtu af hverju þarf ég að vera svona lengi í svona erfiðum kringumstæðum. En ég hef tekið eftir því að Guð myndar karakter áður hann hleypur okkur inn í köllun. Það er mjög mikilvægt, vinir, þegar við erum að fara að stíga inn í köllun, að við höfum karakter sem að ber blessun Guðs. Og eina leiðin til að eignast karakter sem er Guði velþóknarlegur, það er að fara í gegnum kringumstæður lífsins. Það er ekkert hægt að eignast karakter öðruvísi. Þannig að reynum ekki að fúlsa við kringumstæðunum, förum bara að lofa Guð fyrir kringumstæðunar. Förum bara að lyfta upp nafni Jesú yfir kringumstæðunum. Og treystum því að hann muni vel fyrir sjá. Og þegar þarna er komið við sögu, Davíð er búin að vera hundeltur af Sál í örugglega 10-15 ár. Hugsið ykkur. Þessi maður sem var maður eftir hjarta Guðs. Hann var fullur af heilugum anda. Þú veist, hann talaði við Guð. Guð var með honum. En samt fór hann í gegnum þessar erfiðu kringumstæður. Og þegar þarna er komið við sögu, að þá hafði Davíð og menn hans farið eitthvað út og farið í eitthvað svona svaðilför. Og þau komið tilbaka í Siklag. Og þau labba inn þar sem að konu þeirra, börnin og allt þeirra hafurtask var, þá var allt farið. Það hafði óvinnar her farið og rænt konum og börnum og öllum eigum Davíðs og kappa hans. Og við erum að tala Davíð og kappar hans voru bara útlagar. Mennirnir hans voru bara fólk sem að flestir vildu ekkert vera allavega eiga sem vini. Þetta voru bara bóar og eitthvað svona. Þetta voru kappar Davíðs. Þeir voru útlagar eins og Davíð. En þeir höfðu lagt ást á Davíð og þeir fylgdu Davíð. Þegar þarna er komið við sögu, þá fengu þeir algjört áfall og þeir voru allir að gráta, Davíð líka. Búin að missa allan þrótt, búin að missa alla gleði, búin að missa allan tilgang. Það var allt farið. Og Biblían segir að mennirnir risu upp gegn Davíð og þeir vildu grýta hann. Þeir voru reiðir, eðlilega. Og vinir, stundum það þannig þegar kringumstæður koma í veg fyrir okkur að þá fyllust við reiði og það í rauninni ekkert athugavert við það að verða reiður. En við að passa að vera reið og syndga ekki. Það að festast á stað reiði og biturleika mun bara eyðileggja líf þitt. Og vinir, þarna er Davíð og hann er komin á versta stað sem hann getur hugsanlega verið, meira þess að kapparnir þegar hann var í útlegð voru búin að snúast gegn honum. Og hvað gera bændur þá? Þegar allir hafa snúist gegn okkur, hvað gerum við þá? Og ég skal bara lesa það fyrir ykkur hvað Davíð gerði þá. Það var ekkert flókið mál. Það stendur í fyrri Samúelsbók í 30. kafla 7. versi. Og það stendur svo: Davíð átti nú í vök að verjast. Liðsmenn hans vildu grýta hann.
Svo bitrir voru þeir vegna sona sinna og dætra og lágu þeim einhver. Ég veit ekki með ykkur ef ykkur væri búin að taka Gunnar og Huldumaríu frá mér, ég yrði brjáluð, ég myndi kála manni og öðrum. Það bara þannig. Það bara hið mannlega í líf okkar. En jafnvel Davíð, hann var á alveg sama stað, hann var búin að missa allt. Og hvað gerði Davíð? En Davíð, hann leitaði styrks hjá drottni, Guði sínum. Munurinn á Davíð og mér ofta tíðum að Davíð hafði vit á því að fara bara á hnén og biðja drottin styrk. Og vinir, þegar við erum í svona aðstæðum, þá þurfum við að fara á hnén og biðja Jesú ráð og visku og styrk. Og hlusta á það sem að Guð hefur að segja við okkur. Þegar Guð talar, spurningin bara, eru við að hlusta? Og ég veit ekki með ykkur, en ég vil vera manneskjan sem hlustar á það sem að Guð hefur að segja. Og vinir, á þessum tímapunkti, þá var Davíð nýkominn úr svaðilför, hann var ekkert búinn að sofa eða neitt, hann grét, hann gat ekki grátið meira og svo fór hann að leita drottins. En Guð gaf honum styrk til þess að halda áfram. Og vinir, Guð vill líka gefa þér og mér styrk til þess að halda áfram. Davíð vissi alveg að þetta voru kringumstæður sem hann gat ekki endurleyst. Guð þurfti að koma inn og endurleysa kringumstæðurnar. Og vinir, þegar við hleypum Guði að þá kemur endurlausn inn í kringumstæðurnar sem við sjáum ekki fyrir. Þess vegna svo mikilvægt að beygja fætur okkar frammi fyrir drottni og leita styrks hjá Guði. Má ég heyra amen? Í annarri Mósebók í 15. kafla í öðru versi stendur: Drottinn styrkur minn og hann minn lofsöngur. Vinir, þegar kringumstæðurnar koma að þá leitum við styrks hjá Guði. Það var ekki Móse sem klauf hafið, það var Guð. Það var ekki Móse sem framkallaði manna, það var Guð. Það var ekki Móse sem lét vatni koma úr klettunum, það var Guð. Og vinir, Móse hafði bara vit á því að leita Guðs og leita styrks hjá Guði. Alveg eins og Davíð gerði, og hvað gerðust? Það opnuðust farvegir fyrir blessun Guðs. Og vinir, þegar við leitum Guðs og við fáum styrk frá Guði, þá kemur nýr farvegur. Og allt í einu opnar hann hafið frammi fyrir okkur og við getum gengið Við getum gengið í kringumstæðum sem við vorum ekkert vön að geta gengið áður. Má ég heyra amen? Og bæði Móses og Davíð sóttu styrk frá Guði. Og þegar ég hugsa til þess þegar Davíð felldi Gólíat, muniði hvað hann sagði við Gólíat. Hann sagði: þú kemur gegn mér, en ég kem gegn þér með drottni hersveitanna. Hann bara talaði, hann vissi hver var með honum. Og vinni, þvílík djörfung að fara gegn 3 metra háum manni og Davíð var bara lítill drengur á þessum tíma, hann bara úlingur. Fullur af djörfung út af því hann vissi hver hann var. Og það einmitt þannig, þegar þú veist hver þú ert og sækir styrk frá Guði, þá óttastu ekki Gólíat. Þú veist að Guð mun gefa Gólíat þér í hendur. Og vinir, það einhver hér í dag eða sem að hlusta sem að þarf á þessu orði að halda. Kannski ert þú að díla við Gólíat. Kannski ert þú að glíma við fíkn eða annað. Og þér finnst þú eins og bara getur ekki tekist á við þetta. Þá þér til boða styrkur sem að kemur frá himinhæðum. Hann kemur frá Guði. Og hann getur gengið í kringumstæðurnar með þér og þú getur fellt risann í þínu lífi. Halleluja, má ég heyra amen? Og við höldum áfram, halleluja. Með svo magnað, ég kem á móti þér. Með drottni hersveitanna. Í nafni drottins hersveitanna. Lykillinn þetta, að fá huggun Guðs inn í kringumstæður og visku áður en við gerum nokkuð hlut. Og þar
þar missi ég rosalega oft marks, ég bara segja alveg eins og ég missi marks, en ég þrá að gera betur. Ég vil fá styrkin frá Drottni. Halleluja, ég vil fá vonina frá Drottni. Mér langar að fara í Daniel í 10. kafla í 17. versi. Það stendur svo, hvernig gæti þessi þjónn herra míns tala við herra minn, nú þegar ég brotin af kröftum og kjarkur minn horfin. Daniel þarna komin einmitt á öngstræti með líf sitt, algjörlega búin á því til andar sálar og greinilega líkama. Svo segir í versi 18, sá sem líktist manni snerti mig þá aftur og styrti mig. Hann sagði, óttastu hvergi ást mögur. Allt mun ganga þér í hag. Finnst ykkur þetta ekki blessað? Vertu hughraustur, vertu hughraustur. Ég styrtist við hann talaði. Og vinir, það sem að við gleymum stundum að við verðum að heyra röddu Guðs. Og vinir, við heyrum röddu Guðs þegar við komum á sangum og við heyrum rödd Guðs, við heyrum fólk tala orð Guðs. En við getum líka heyrt röddu Guðs þegar við erum ein og sér heima hjá okkur. Við getum heyrt röddu Guðs þegar við hlustum á appið og við hlustum á biblíuna í símanum eða í bílnum okkar eða hvað sem er. Við getum heyrt röddu Guðs þegar við setjum á lofgjörðartónlist og við leyfum lofgjörðinni að leika hug okkar og hjarta. Við þurfum að gera okkur far að leyfa Guði að tala til okkar. Má ég heyra með? Og þegar við gefum Guði tækifæri að tala, þá mun hann tala. Og orði hans fylgir styrkur. Styrkur til þess að rata beina brautir, styrkur til þess að takast á við komandi verkefni. Styrkur til þess að gera hlutina með gleði. Hann gefur okkur nefnilega styrk til þess að taka næstu skref. En til að klára sögun Davíð, förum aftur til Davíðs. Þarna var hann búinn að hressa sig upp í Guði, fá styrk frá Guði. Og Guð sagði honum, farðu á eftir konunum og börnunum og öllum þínum eigum og þú munt ná öllu tilbaka. Og hann tekur sig upp ásamt 600 manna her, kappar Davíðs, og hann sannfærði þá bara eina loka orustu, við ætlum að fara að ná í börnin okkar, við ætlum að ná í konurnar okkar, við ætlum að ná í allt það sem óvinnurinn hefur tekið frá okkur. Og við ætlum að fara þangað og við ætlum að fara eftir þeim og Guð mun gefa okkur sigur. Og ég get bara ímynda mér að það hefur örugglega verið rosalega erfitt fyrir Davíð að rísa upp og bara tala með krafti og þor og kjarki inn í líf mannanna sinna. En hann gerði það. Og þeir stóðu upp og tóku allt sitt hafurtask og þau fóru og þau komu að læk sem heitir Bresó-lækur. Ég ætla að segja orðið þannig ég fyrirgefðu, hann heitir Besór-lækur. Og þegar það var komið að Besór-læk að þá stoppuðu þeir. Því að 200 menn af 600 manna herliði Davíðs treysti sér ekki yfir lækinn. Vitið hvað Besór þýðir? Er eitthvað sem veit hvað Besór þýðir? Besór þýðir gleði. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Þeir sem að geta fullna skeiðið, þeir sem að klára baráttuna, þeir sem að klára baráttuna þurfa að fara yfir Besór-læk. Þeir þurfa að eignast gleði Guðs sem styrkur þeirra. Það var gleðin sem að þeir þurftu að eignast í líf sitt til þess að klára, þið vitið, baráttuna. Besór þýðir gleði. Það þýðir að vera hress og kátur. Og vinir, margir stoppa við Besór-læk. Þeir klára ekki skeiðið því að það verður allt svo þungt og erfitt. Og stundum lífið þungt og erfitt. En þá er svo mikilvægt, vinir, að fá kraft frá Guði til þess að klára skeiðið. Að eignast gleði sem ekki af þessum heimi. Eignast von sem ekki af þessum heimi. Heldur sem í hinum komandi.
Treysta því að Guð muni vel fyrir sjá og klára verkefni sem að Guð hefur sett fyrir okkur. Og vinir, þeir gerðu einmitt það. Þessir 400 menn sem höfðu ennþá styrk frá Guði fóru yfir Besor-læk og þeir náðu í konurnar, börnin og allt þeirra hafutask og það var ekki einn sem féll þennan dag. Dýr sé Guði. Það er það sem að Guði hefur lofað okkur. Og vinir, þegar við áttum okkur á að Guð er með okkur, þá getum við farið hver sem er. Jafnvel þótt að við sem ekki eins og búin að sofa almennilega. Þetta er til alla, hann svaf ekki nógu vel í nótt. Takk Jesús, ég er að tala til þín. Jafnvel þótt þú hafir ekki sofið allir, þá er Guð með nógan kraft fyrir þig. Heyrið þetta, hann næri þessu. Dýr sé Guði. Og vinir, það sem er svo frábært er að þeir fara yfir Besor-læk sem er mynd upp á gleði Guð, sem er styrkur okkar. Þeir fara yfir og þeir ná í börnin og þeir ná í allt tilbaka. Og lykilatriði er þetta, gleðin. Gleðin er styrkur okkar. Og vinir, nú sem kirkja þá stöndum við frammi fyrir alvarlegum tímum. Ég ætla bara að tala af alvöru hér í dag. Við stöndum frammi fyrir heimi sem er á leiðinni, ég vil eiginlega ekki nefna það. Hann er ekki á leiðinni á neitt góðan stað, það er nokkuð ljóst. Og vinir, ef við ætlum að ganga og ef við ætlum að bera allar heimsins byrðar á okkar herðum, þá munum við mjög fljótlega klára okkur. Það sem að Guð vil gefa okkur gleðin til þess að við komumst alla leið. Að við stoppum ekki rétt áður en að markinu, að við komum að markinu, að við gefumst upp á miðri leið. Og vinir, Guð vil gefa okkur gleðina. Guð vil gefa okkur mikla gleði. Og vinir, við sem kristið fólk, við ætlum að vera glaðasta fólk í heimi. Við höfum að hlæja mikið og við höfum að skemmta okkur mikið og við höfum að hafa gaman. Hafið þið tekið eftir þeir eru búin að hlæja mikið, það er eins og þið geti gert alls konar hluti. Það verður allt auðvelt. Það er það sem Guð vil gefa okkur. Hann vil hjálpa okkur að Besor-læk þannig að við komumst yfir. Þið vitið að hafa allar heimsins byrðar á herðum okkar. Við vorum ekki hönnuð til þess að bera byrðar. Ég ætla að segja þetta aftur, við vorum ekki hönnuð til þess að bera byrðar. Við erum hönnuð til þess að létta af okkur allri byrð til hans. Því hann ber umhyggju fyrir okkur. Ekki satt. Hann ber umhyggju fyrir okkur. Þannig að við ætlum að létta af okkur allri byrði. Og við ætlum að leyfa honum að tala til okkur og við ætlum að leyfa honum að styrkja okkur. Og við ætlum að ganga með djörfung inn í það hlutskipti sem að Guð hefur fyrir okkur. Og athugið það, hvernig ætli þessum 200 mönnum sem að kláruðu ekki skeiðið, hvernig ætli þeim hafi lifið? Og vinir, leyni ingredient er gleðin. Þetta er í fyrsta skipti sem ég sé þetta því ég var að Guð gaf mér þessa frásögn og þetta er í fyrsta skipti sem ég fór að kafa í þennan Besor-læk. Hugsa ykkur hvað þetta er magnað. Guð vil gefa okkur gleði. Hann vil gefa okkur allt tilbaka sem óvinnurinn hefur tekið frá okkur. Það er það sem hann vil gera. Og vinir, við ætlum að taka það tilbaka með gleði. Halleluja. Það sem að Guð segir líka í orði sínu, 3 dögum seinna, cirka 3 dögum seinna, var Davíð orðinn konungur í Ísrael. Tilviljun? Nei. Það er engin tilviljun í orði Guðs. Það er engin tilviljun. Davíð hafði hjarta eftir Guðs hjarta, ófullkominn maður. Engin fullkominn. En hann hafði eitthvað alveg sérstakt sem að Guð elskaði í far hans. Og hann gafst aldrei upp. Hann leitaði Guðs í hvívetna og hann vil kenna okkur að gera það sama. Vinir, leitum Guðs og fá styrk hjá Guði. 3 sólarhringum seinna, þá er hann orðinn konungur í Ísrael. Ég hugsa að Gunnar hafi smá áhyggjur af mömmu sinni okkur núna út að ég er bara búin að vera í Gamla testamentinu.
En mér langar til þess að fara í bara örstutt í Nýja testamenti til þess að sýna ykkur fram á að þetta er allt þar líka. Í Jóhannesi 16:33 að þá segir Jesú, þetta hef ég talað til yðar svo þér eigið frið í heiminum. Í heiminum hafið þið þrengingar, en verið hughröst. Ég hef sigrað heiminn. Ég er búin að sigra þetta allt saman, allt sem að þú hefur gengið í gegnum og munt gangi í gegnum, ég hef sigrað það, segir Drottinn. Gleymum því ekki. Það gerir okkur að meira en sigurvegurum. Þannig við nálgumst kringumstæðna þannig að við getum sigrað. Halleluja. Mér langar líka að fara í Kólusubrefi í 1. kafla 11. vers. Hann styrki yður á alla lundir með dýrðarmætti sínum svo að þér fyllist þolgæði í hvívetna. Málið er þolgæði, ekki satt, vinir. Þetta snýst þolgæði, að klára hlaupið með Drottni, að gefast ekki upp. Þolgæði í hvívetna og umburlindi og geti með gleði þakka föðurnum sem hefur gert ykkur fært að fá arfleið hinna heilagra í ljósinu. Vinir, ég þekki trúarhetjur sem eru búin að fara í gegnum hrikalega kringumstæður en þau virðast alltaf vera ánægð og glöð. Ég elska þannig fólk sem að treystir Guði bara alveg sama hvað. Ég vil vera svoleiðis manneskja, ein svona trúarhetja nýfarandi Drottins, það er amma mín Jóhanna. Hversu glöð hún var alltaf og bara á göngunum með Guði, Gulla frænka. Þvílíkar trúarhetjur sem að bara letu ekkert trufla sig á göngunum með Guði. Búin að upplifa alls konar á eigin skinni en hafandi þessu óbilandi trú á Guð. Vinir, þetta er ekki bara fyrir ömmu og Gullu, þetta er fyrir mig og þig. Og við þurfum að klára þetta hlaup og við þurfum að gera það vel og við þurfum að gera það með gleði. Og í Efesus í 7. kafla, og þetta er síðasta versi sem ég fer í Efesus 7. kafla í versi 10, að lokum styrkist í Drottni og í krafti máttar hans. Vinir, styrkjumst í Drottni í krafti máttar hans. Ekki láta kringumstæðurnar valta yfir ykkur, heldur styrkist í Drottni. Þegar við styrkjumst í Drottni þá er hann upp af viskunar. Hann veit alla hluti og við leitum hans fyrst. Og þá mun allt annað veitast okkur að auki. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabrögð djöfulsins. Og vinir, hvernig væri að við bara á hverjum einasta degi að við íklæðumst þessi klæði sem að Guð hefur gefið okkur. Því að baráttan sem við eigum við er ekki við menn af hold og blóði. Það sem óvinurinn er að gera, hann vil eyðileggja gönguna þína, hann vil gera þig upptekna að kringumstæðum í staðinn fyrir að gera þig upptekna að Guði. Og vinir, þegar við neitum að vera alltaf að horfa á kringumstæðurnar og við förum að horfa á Drottinn, þá fara hlutir að gerast í okkar lífi og við sjáum risana falla. Höldum áfram því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkurs. Við anda veru vonskunar í himingeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli því að þér hafið sigrað allt. Rísum á fætur.